Góða kvöldið og gleðilegan konudag. Þetta voru þau Rolf og Ulla sem að léku á Hörpu og Básunu og þau ætla að spila þess meira hérna fyrir okkur í kvöld. Svo það auðvitað kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar og því takið undir þegar að koma textar upp á skjáin. Já, við skulum hefja bara stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi Andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, iðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Drottinn, miskunn á þós. Kristur, miskunn á þós. Drottinn, miskunn á þós. Þú megir rísa á fætur og syngjum saman dýrðarsönginn. Þú
lesa. Ég ætla bara að útskýra fyrir okkur ég er að grenja hérna. Ég var í erfiðu lögregluútkalli og þetta er alltaf að hellast yfir mig núna. Þannig að Áslaug, vilt þú lesa? Ég sé ekki neitt. Sér eitt. Ég er svo blind. Þessi ritningalestur og svo næsti sem klárast hér. Fyrirreikningalesturinn er úr Amos. Ég hata, ég fyrirlít hátíðir yðar, ég hef enga ánægju af samkomu yðar. Jafnvel þótt þér færið mér brennifórnir og kornfórnir lít ég ekki við þeim. Né heldur matarfórnum yðar af alíkálfum. Burt með glamursálma þína sem aðeins er hávaði, ég vil ekki heyra hörpuleik þinn. Réttvísi skal streyma fram sem vatn og réttlíti sem skínandi lækur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Síðari ritningalesturinn er úr Efesabréfinu. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Biðjið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla þá ég lík upp munni mínum. Til þess að ég kunngjöru með djörfung leyndardóm fagnaðar erindisins. Boðberi þess ég í fjötrum mínum, biðjið að ég geti flutt það með djörfung eins og mér ber að tala. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Þá með þið rísa fætur sem þið auðvelt með og hlusta á heilagt guðspjall. Þá tók Jesús að kenna þeim. Mannssonurinn á margt að líða. Öldungarnir, æðstu prestarnir og fræðimenninir munu útskúfa honum. Menn munu lífláta hann, en hann mun rísa upp eftir 3 daga. Þetta sagði Jesús berum orðum. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Jesús sneri sér við, leit til lærisveina sinna, ávítaði Pétur og sagði, vík frá mér Satan.
Eigi hugsar þú það sem Guðs heldur það sem manna Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan ásamt lærisveinum sínum og sagði: Hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfu sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðarerindisins mun bjarga því. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn en glata sálu sinni? Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum saman trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til að heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilaga anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilaga, fyrirgefningu syndanna, upplýsun mannsins og eilíft líf. Amen. Nú ætlum við að gefa kórnum aðeins frí og þau ætla að fara niður og njóta bara. Og meðan ætlar einn kórfélagi, hún Sigrún Hermannsdóttir, að syngja lag sem tilengað íslensku konunni og heitir einfaldlega Íslenska konan, texti sem hann Ómar Ragnarsson gerði. Yndislegt lag og frábær texti. Og ekki upplagt að því að þetta nú lag sem að flestir þekkja, þá ekki upplagt að því endilega syngi með? Textin uppi á textskjánum. Heiminn og hjúraða sér, hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ávallt vörn þín skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ól þig og helgar sitt líf. Með landnemum síldúnum svarrandi haf, hún sefaði harma, hún vakt hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún var ambáttin rjóð, hún var áskonan rjóð, hún var amma svo fróð. Inntak hjálpræðis síns, líkt frá kyni til kyns. Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðisnauð ár. Hún enn í dag fórnar sér endalaust mál. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Hún brúður sem skín, barsmóðir þín, hún björsóla sín. Hún ást hraun og tær,
loks þegar móðirinn lögð í mold. Þá lítur þú höfði og tár falla fór. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, og sjá þér við hlið þín hamingju dís, sem alltaf skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar, sem ann þér og þér helgar sitt líf. Náð með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Það var náttúrulega bara góð tímasetning að ég fara að grenja hérna í kirkjunni akkurat núna þegar þessi predikun er. Hún byrjar svona: hafið þið upplifað að Guð valdi ykkur vonbrigðum? Eða hafið þið jafnvel orðið reið við Guð? Ég verða stundum í þessum símtölum sem maður fær þegar prestar þurfa að fara með löggun í ykkur útköll, og þá maður að horfa upp á bara óréttlæti, ósanngirni og horfa upp á þeirra börn missa foreldri sitt eða maki missir sína heitalska eða sína heitelskuðu, og þetta bara sárt og erfitt og maður skilur ekki af hverju. En í Guðspjalli dagsins þá segir Jesús lærisveinum sínum frá þeim örlögum sem bíða hans. Að mannssonur á margt að líða, öldungarnir, æðstu prestarnir og fræðimennir munu útskúfa honum og menn munu lífláta hann. En hann mun upprís eftir 3 daga. Og svo segir hann líka að Pétur hafi tekið Jesú á eintal og hann var bara ósáttur við hann og skiljanlega. Af því þarna var frelsarinn loksins kominn sem þeir höfðu verið að bíða eftir. Pétur vill bara ekki trúa því og getur bara ekki ímynda sér að sjálfur Messías þurfa að þjást eða vera líflátin og tekin frá þeim. Og áfalli við þessi orð Jesú hafa væntanlega verið það mikil að hann heyrði ekki framhaldið og meðtekur ekki það sem Jesú segir að hann eigi samt eftir að rísa upp 3 dögum seinna. Það eina sem hann heyrir eru þessi hræðilegu orð. Og þannig að hann mótmæli bara við Jesú, verður reiður. Sum okkar finnst kannski rangt að reiðast Guði. Og kannski vorum við bara alin upp við það að Guð hefur allt rétt fyrir sér, við eigum ekki að vera reið við Guð eða svoleiðis. Að ég held samt að þessi viðbrögð Pétur séu ekkert röng. Hann hafði kannski rangt fyrir sér í samband við hvernig hlutin átti eftir að þróast. Hann gat ekki séð það fyrir. Og hann á þessum tíma margt ólært þann Guð sem hann fylgir og tilbiður. En það er samt ekkert rangt hjá honum að telja að svona Guðs eigi ekki að þjást. Og ef ég var hreinskil þá efast að við hefðum brugðist einhvern veginn öðruvísi við. Af því hver hefði trúað því að frelsari heimsins yrði líflátin eins og glæpamaður. Það er bara óhugsandi. Og það er eins með okkur þegar við glímum við erfiðleika. Og það er ekkert rangt af okkur að reiðast Guði eða finnast bara Guð vera fjarlægur. Bara hvar er hann þegar allt þetta er að gerast? Ef að barni okkar glímur við erfiðleika eða maki okkar veikist eða deyr. Eða við missum vinnuna og stóran hluta af sjálfsmyndinu með. Eða hvers konar áföll eða erfiðleikar það eru sem við verðum fyrir. Þá getum við upplifað að Guð sé bara fjarlægur. Þegar við þurfum mest á honum að halda. Og þá
það er ekkert rangt, allar þessar tilfinningar eru eðlilegar, það er ekkert rangt að verða fyrir vonbrigðum eða verða reiður eða sár. En við höfum kannski líka margt ólært eins og Pétur, að því að sá Guð sem á opinberast okkur í Jesú, hann mætir okkur í erfiðleikum. En líkt og Pétur, þá erum við kannski vonsvikin að við fáum ekki þann Guð sem að við viljum fá, sem svara bænum okkar á þann hátt sem við viljum að hann svari þeim. En í Jesú, eins og Pétur átti eftir að kynnast, þá finnum við í honum Jesú, í krossfestinguna, svo upprisunni, þann Guð sem við þurfum á að halda. Þetta er sá Guð sem skilur sársauka okkar. Hann er búinn að ganga í gegnum þetta allt sjálfur og hann þekkir sársaukan. Og hann veit hvernig það er að finnast Guð fjarlægur. Hann segir á krossin, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hann veit alveg hvernig okkur líður þegar okkur líðum sem verst. Að hann skilur okkur, þá er svo gott að leita til hans að þegar hann veit hvernig okkur líður. Og það er, og kannski hafið þið upplifað einhver hérna, en það er í veikleika okkar, þegar við erum bara getum ekkert í okkar eigin mætti og þurfum sem mest á Guð að halda. Þar finnum við fyrir nærveru hans. Þegar við getum ekki meir og byggjum Guð að koma inn í aðstæðurnar. Af því að þar, hann skilur okkur ekki eftir munaðarlaus. Hann býður alltaf með útrétta hendina þegar við hrösum eða eitthvað fellir okkur. Og hann vill reisa okkur upp og hann vill styðja okkur. En það er náttúrulega okkar að taka í höndina. Það er alltaf okkar val, sko. Og lífið er bara alls konar, eins og við vitum, bara eins og veðráttan á Íslandi. Maður veit aldrei hverju maður á von á. Og það er bara þannig, öll verðum við fyrir einhvers konar áföllum eða sorg í lífinu. Það er bara hluti af lífinu, það er ekki alltaf jólin. Það er bara þannig. En þá er svo gott að vita að við eigum góðan Guð sem við getum alltaf leitað til og hann gefur okkur styrk, hann hvetur okkur áfram þegar við þurfum á því að halda. Hann gefur okkur huggun og frið þegar það er það sem við þurfum. Og öll reynsla sem við verðum fyrir í lífinu, bara ef við hugsið tilbaka, maður áttar sér ekki á meðan á því stendur, sko, en þegar maður horfir tilbaka einhver sem maður hefur komist í gegnum, allir erfiðleikar þeir móta mann og öll reynsla móta mann gera mann að þeirri mannsku sem maður er í dag og oft getur fólk notað erfiða reynslu sem það hefur komist í gegnum til að hjálpa öðrum og vera öðrum til blessunar og þannig sjáum við bara hvernig mörg svona samtök og grasrótarhreyfingar það byggja bara á því og ég veit ekkert hver ég er, ég bara, já. Ég fer bara hringi og er ekkert að fylgja þessari predikun, en það er bara, þú veist, sambandi við Guð, þetta persónulega samband sem að ég vissi ekki þegar ég var yngri að væri hægt að eiga. Þú veist, maður ræktar þetta samband bara eins og önnur samband, með því að tala saman, með því að vera heiðarleg. Við viljum það að börnin okkar og makinn séu heiðarleg við okkur, að þau segja okkur hvernig þeim líður og ef þau eru ósátt við okkur. Og það er bara eins með Guð. Hann þolir það alveg að ég verði reið út í hann. Hann segir bara, þú veist, hvernig get ég hjálpað þér í gegnum þetta? Bara alveg svo við horfum á börnin okkar. Og við getum ekkert alltaf leyst vandamálum fyrir börnin okkar og stundum eigum við ekki góð ráð til að gefa þeim þegar við leitum til okkar. En við erum alltaf til staðar fyrir þau, það ekki. Þau geta alltaf leitað til okkar og við elskum þau skilyrðislaust. Og við erum tilbúin til að leiða þau eða styðja þau á þann hátt sem þau þurfa. Og það er bara eins með Guð. En það er okkar að þiggja þá hjálp. Og það er okkar að styrkja sambandi því hann er ekkert tróðaslinn í líf okkar. En hann er alltaf til staðar og hann er tilbúin til að gefa okkur þann styrk sem við þurfum á að halda. Ég vona að þetta hafi meikað eitthvað sens, en bara amen. Þá ætla Rolf og Úlla spila fyrir okkur eitthvað fallegt.
þá er komið að bænastund hjá okkur. Við höfum þannig háttin á hér í Lindakirkju að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund með Guði, þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla. Og meðan ætla þau Rolf og Úlla að leika eitthvað fallegt fyrir okkur. Og svo vil ég benda bænaaltari hérna aftast. Þar má kveikja á kerti fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina. Og hverjum 15. morgni þá er hér bænahópur sem biður fyrir bænarefnunum. Drottinn, ég þakka þér fyrir að við mögum koma með allt til þín, líka vonbrigði okkar og reiði. Þú þekkir okkur hvert og eitt, þú veist hverja aðstæður okkar eru. Viltu mæta okkur á þann hátt sem við þurfum og viltu leyfa okkur að finna fyrir nærveru þinni. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bæni sem þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer svona að líða að lokum hjá okkur, en Óskar ætlar að minna ykkur á country tónleikana sem verða næsta sunnudag. Það getur að kveikja veist á mikrofónum. Heyrðu, nú er bara vika krakkar í þetta. Við erum búin að bíða eftir þessu í hálft ár. Það er sem sagt næsta sunnudag. Í kvöld var nú ekki mikil kórsöngur, en næsta sunnudag verður hérna algjör tónlistaveisla. Það verður hérna, ef þið hafið ekki heyrt af þessu, þá er country festival og það eru örfáu miðar eftir. Það verður bara selt í sætin hér, það er ekkert fram á gangi, það allir hafa góð sæti. Við fáum heimsókn frá Texas. Það er einn besta söngkonast þar, Sarah Hobbs, syngur fullt af lögum í anda Dolly Parton og Carrie Underwood, Axl Óver með okkur, og svo verður stílgitarleikari sem heitir Milo Deering sem spilaði með Eagles, þá hljómsveit, og þetta verður alveg frábært. Og svo verður Johnny Cash Íslands, hann Arnar Ingi og Kór Lindakirkju, og svo
má ég að segja rúsinni í pilsuhendan núna, ég segi það því að hún, okkar Dilja og kórfélagun okkar hér, hún komst áfram í Eurovision í gærkvöldi og hún ætlar að taka 3 lög með kórnum í næsta sunnudag og við erum óbúslega stolt á hana að stelpun okkar og við hvetjum hana svolítið áfram eftir 2 vikur þegar hún keppir lokakeppninu og sendum hana til Liverpool. En miðasalan er á klik.is, ekki klikk, heldur klik. Það margir þá fara inn á klikk og hringja á sími, ég kemst ekkert inn á þetta, en það er klik.is. Tjekki á því og þetta bara til viku, klukkan 8. Ok? Country eins og það gerist best. Stórhljómsveit og kór. Já. Herðu, þá með þeir sem auðvelt með rísa fætur og þykja blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Nú með þið standa eða sitja á meðan að afmælisbarn dagsins tekur loka lagið. Ég skulum bara fá okkur sæti. Nei. Við erum búin að syngja fyrir hana í dag. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken, so let the church say amen. Everybody say amen. Ah, let the church say amen. Amen. Can I hear the word? Let the church say amen. To what is plans are, to his mercy. Let the church say amen. Ooh, yeah. Make this your response to whatever he says. From the healing of your body to the raising of the dead. No matter how you're feeling or how your world is reeling. Your help is on the way. Why God has spoken.
amen fyrir því. Guð vinnur svo mikið í gegnum tónlistina og bara svona heilar og læknar í gegnum tónlist. Mér allan líður miklu betur. Og ég þakka bara fyrir stundina og segi förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já.